Þetta er verkefni 808 dálkar á blaðsíðu C11. Ég ætla að stilla dálka fyrir gengisskráninguna. Þá fer ég í paragraf og tabs og fyrsti dálkurinn er stilltur á 5 og left og lítir númer 2. Það er punktalínan sem kemur á eftir heiti gjaldmiðilsins. Set, næsti er 5,5 og það er left, 7 og left. Passið ykkur að skoða alltaf stillingarnar hér. Síðan er það 9 og desimal. Það er jöfnunarstafurinn eða komman. 11,7 og desimal og set og 14,5 og desimal og set og OK. Og þá er ég með dálkstillingarnar hér uppi og ég ætla að skrifa inn fyrstu línuna. Síðan nýti ég einu sinni á dálklykilinn fyrir punktalínuna og svo aftur fyrir skammstöfunina USD og aftur fyrir merkið og það er Shift og 4 á lyklaborði. Síðan skrifa ég kaupgengið, ít á dálklykilinn og síðan nýti ég á Enter og skrifa næstu línu og dálkstillingarnar erfast og þegar að þið skrifið inn tölurnar fyrir gengið þá stenst komman alltaf á eða jöfnunarstafurinn. Hérna er ég búin að skrifa inn gengið. Það er bara eitt sem þið þurfið að athuga, það er að ýta á dálklykilinn tvisvar á eftir gjaldmiðlunum. Þá kemur þetta svona og ég ætla að vista.